Hæ, ég ætla aðeins að segja ykkur frá tríkínum og svona kynni ykkur aðeins fyrir þeim. Byrja aðeins á sögunni, það er fyrstu uppgötvaðar 1835 í Englandi. Það var þessi hérna maður, James Paget, sem var þá ungur læknanemi sem fekk að taka þátt í krufningu á berklasjúkling. Og læknarnir sem voru með hann í þessu horfðu á þindina í sjúklingnum og tók eftir svona fínum svona kollnum, ögnum einhverjum og skrifuðu bara hjá sér að það væri það sem þeir kalla sandy diaphragm og héldu svo bara áfram. Hann var mjög forvitinn og vildi vita hvað þetta væri eiginlega og tók út og skoðaði í smásjá og tók þá eftir svona litlum upprúluðum lirfum inn í hverri svona ögn. Þetta endaði svo hjá Richard Owen sem var safnvörður hjá Royal College of Surgeons sem tók að sér að lýsa tegundinni. Lífsferillinn var svo ráðinn árið 1860 og í dag eru þetta 8 tegundir auk 4 afgerða. Aðeins í lífsferillinn tríkínur eru sníkjuþráðormar af ættkvíslinni Trichinella. Lífsferillinn er beinn, þess að það eru engin millikíslar og fer eiginlega þannig fram að til dæmis maður borðar tríkínsýkt kjöt. Í maganum meltist náttúrulega utan af lirfunum sem að koma sér fyrir í slími með þarmana. Þroskurinn þar frá lirfum upp á fullorðinsstig er mjög hratt, tekur kannski 1 til 1,5 sólarhring. Svo makast sérkynja ormarnir, karldýrin og kvendýrin. Karldýrin deyja eftir svona viku og kvendýrin geta lifað þarna í svona 4 vikur. Og þær í rauninni eru það sem heitir ovoviviparous. Eggin klekjast inn í orminum þannig að þær í rauninni gefa frá sér litla lirfustigið sem að rífa sér leiðin í blóðrásina og koma sér fyrir í blóðríkum vefjum líkamans. Það er hjarta, þinn, tungu og kjálkavöðva. Svona aðeins þolhjúpin. Sumar tegundirnar mynda þolhjúp í vöðvanum, ekki allar. Þetta er mjög flókið ferli. Það er í rauninni hvetja kísilfrumurnar til þess að mynda hylki utan sig. Ysta lagið er það kollagen. Þannig að vefurinn sem er hérna í kring er ekki af sníkjudýra kyns. Þetta er hýsil hýsilfrumur. Og hún getur lifað í þolhjúp alltaf 10 ár, jafnvel 20 ár, bara með hýslinu. Kalkast með tímanum og helst þannig. Eins og ég sagði þá eru 8 tegundir og 4 arfgerðir og það er gróflegt að skipta þeim í tvennt. Þær sem að mynda þolhjúp og þær eru aðallega í spendýrum og svo þær sem mynda ekki þolhjúp og þær eru þá meira í fuglum og skriðdýrum. Þolhjúpur náttúrulega hefur hlutverk. Hann ver í rauninni sníkjudýrið frá svo umhverfisþáttum. Þegar hýsilinn deyr þá geta þeir lifað af í kjötinu áfram. Það er mjög mismunandi eftir þessum tegundum hversu lengi þeir geta lifað. Bestu aðstæður fyrir þær eru svona frá 0 gráðum niður í -20. Að það eiga að geta lifað svona á því bili mjög vel og svo náttúrulega skiptir rakastig líka máli. En þess að það eru misvel aðlagaðar að sínu svæði og það er Trichinella nativa algjörlega sér á báti. Hún er svona heimskauta tegund og hefur verið sýnt fram á að hún getur lifað af frost í -18 gráður í 5 ár og hún er ennþá lifandi. Svo er hérna önnur tegund sem heitir Trichinella spiralis, hún er aðeins sunnar á
á hnettinum en hún getur líka lifað af -18 gráður í að minnsta kosti 4 vikur. Þannig að þetta er mjög lífseig sníkjudýr. Svo þessar sem mynda ekki þolhjúp, þær eru töluvert viðkvæmari fyrir öllum umhverfisþáttum og lifa ekki af lengi. Aðeins landfræðileg dreifing svo að þá Trichinella nativa hérna á norðurheimskautið og aðallega í villtum dýrum, í hvítabjörnum, í rostungum, þessum villtu spendýrum og fólk náttúrulega súna þannig að fólk getur fengið þetta í sig með því að éta hrátt kjöt eða ekki nógu vel elda. Svo Trichinella spiralis, hérna þessi bleika, hún vel aðlöguð að svínum, bæði villtu svínum og þessum venjulegu svínum. Og hún mikið, hún eina algengasta tegundir sem getur borist í menn því fólk náttúrulega borðar svínakjöti. Svo Trichinella britovi, hún aðallega í villtum dýrum líka. Hún í villu svínum, hún í refum og sjakulum en hún getur líka borist í menn. Hún önnur algengasta tegundin sem að menn geta síst á eftir Trichinella spiralis. Svo erum við stjörnurnar, það Trichinella pseudospiralis sem myndar ekki hjúp og aðalega í fuglum en getur líka farið í spendýr. En svona blettirnir sína í rauninni að hún getur í rauninni verið hvar sem þannig séð, þau bara með fuglunum. Þá spurningin af hverju við að leita að tríkinum í kjöti. Það bara þannig að tríkinur eru ein af 5 mikilvægustu fæðubornum sníkjudýrum í Evrópu og það náttúrulega aðalega tengt menningarlegu matarbúnaði. Fólk að borða hrátt kjöt eða vanelda, alls konar skinkur og eitthvað svona sem tengt menningu þess lands fyrir sig. Það hafa komið faraldrar til dæmis í Suður-Evrópu og þá tengt hrossakjöti. Það aðalega Frakklandi og Ítalíu. Og svo Austur-Evrópa, þar þessir hefðir með að veiðimennirnir fara að veiða villisvín og koma svo heim og verska það og þau eru búið til alls svona pilsur og svona og þar ekkert eftirlit með því kjöti þannig að það hafa komið upp faraldrar því tengt. Svona aðeins í sjúkdómseinkennin, það fer bara eftir smitmagni. Hversu mikið þú færð ofan í þig, þú getur alveg verið einkennalaus og oft það bara svona almenn vanlíðan sem að flokkast oft bara sem fólk flokkar sem flensu eða einhver umgangspest eða eitthvað þannig og það gengur svo yfirleitt eftir nokkra mánuði þegar þolhjúparnir eru komnir á sinn stað og hættir að þetta orðnir kalkaðir. Það geta samt verið alvarlegri sýkingar ef þú fær mikið smitmagn ofan í þig þá geta lirfurnar farið að hafa áhrif á því þetta fer í vöðva eins og í þindina mjög mikið þar og hjarta og geta það haft áhrif á þannig að það kom alls konar fram einhver taugaeinkenni eða öndunarerfiðleikar alls konar hjartavandamál og fólk getur dáið úr sem það ekkert rosalega algengt en það getur gerst. Þetta aðeins erfiðara með dýrin, þetta sjaldan greint í lifandi dýri. Það bara of erfitt eða flókið í rauninni og mikið vesent kannski, ég veit það ekki. En það helst ef það vita að þið hafi komist í hræ af nagdýrum eða hráum sláturhorfengi þar sem hægt að vera kannski á tánum og fylgjast með. En yfirleitt þetta bara greint eftir á sláturhúsum. Hvað getum við gert í rauninni?
varnir gegn smiti. Það reynir bara fyrst og fremst að passa að dýr komist ekki í hrátt kjöt, hræsíktra dýra, sláturúrgang, eitthvað slíkt. Passa að þau smitist ekki og það sem við getum gert er bara að elda kjöti vel. Það talaði almennt kjarnhita yfir 71 gráðu. Svínakjöti er aðeins að því að Trichinella spiralis er vel aðlöguð að svínum, að þá er 60 gráður 2 mínútur eða 55 gráður í 6 mínútur ætti að vera nægilegt til að drepa þær. Og svo er það bara frysta. Það er pínulítið flókið með Trichinella nativa. Það er ekki bara best að elda það kjöt mjög vel frekar en að reyna að frysta það. Svínakjöt mínus 18 gráður í 4 vikur ætti að vera nægilegt fyrir Trichinella spiralis. En svo er það bara almennt hreinlæti, bara handþvottur og þrífa vel í kringu sig. Árið 1948 byrjaði Páll Agnar Pálsson, þá var yfirdýralæknir, að skoða sýni úr svínabúum í nágrenni og nágrenni Reykjavík og nágrenni. Það var eiginlega því að það var verið að fóðra svín með afgöngum herstöðinni í Keflavík, sem er þá í rauninni flutt beint þangað og fór aldrei gegnum neitt eftirlitinu, menn tóku enga sensa með það. Hann notaði þessa tríkínusjár aðferð. Þá tekurðu bita úr þindinni, pressaði á milli tveggja glerja og skoðar það svo með gegnumfallandi ljósi í ísjá. Hann fann engar tríkínur. Gallinn við þessa aðferð er að þú getur ekki séð tegundirnar sem mynda ekki þolhjúp. Það sjást ekkert í þessi aðferð. Þannig að þær, og svo er hún ekki jafn nákvæm og þessi tegund sem við erum í dag. Þessi tegund er viðurkennd og faggild. Þetta er aðferðin sem að Evrópusambandið mælir með fyrir skimun. Og hún er þannig að það eru teknir bitar úr þind og svínum og kjálkavöðva hrossum. Þeim er safnað í svona safnsýni og hakkað. Sýnið er svo sett í meltingavökva og melt í svona 30 til 40 mínútur við svona 46 gráður. Svo er sýninu hellt í gegnum sigti og látið botnfalla í 30 mínútur og svo er botnfallið skoðað í víðsjá. Aðeins svona lagavesen, þetta er ekkert nýtt vandamál. EES setti tilskipun 1976 að það ætti að skoða svínakjöt, ferskt svínakjöt frá í rauninni þriðja aðila sem átti að nýta til manneldis innan sambandsins. Þau bætti svo við 1991 að í rauninni öll dýr sem eru sensitive, ekki hvað maður segir, næm fyrir tríkínusýkingum, það eigi að skoða allt kjöt og þau líka. Hér á Keldum hófst reglubundin leit að tríkínum á 1998. Þá voru skoðuð sýni úr öllu hrossakjöti sem ætlaði til útflutnings. 2012 kemur svo ný matvælalöggjöf ESB sem að tiltekur í rauninni að það eigi að skoða úr öllum sláturdýrum, öllum hrossum og öllum svínum. Og þannig að þá stórjókst náttúrulega sýnafjöldi hér og fyrsta árið eða árin þá voru Keldur eini aðilinn sem sá þessar skoðanir. Og svo fljótlega eftir það tóku við tveir aðilar, Promat og Stjörnugrís, við að skoða sýni. Þannig að það snarfækkaði sýnunum hjá okkur og nú erum við að skoða 5.000 hross og 9.500 svín árlega. Og við höfum aldrei fundið tríkínur í þessum sýnum. Það var aðeins að leita að tríkínum í villtum dýrum. Það bil helmingur hvítabjarna á austurströnd Grænlands er sýktur með Trichinella nativa.
síðasta aldarfjórðunginn hafa komið 6 hvítabirnir til landsins og það voru skoðuð sýni úr kjálka, tungu og þynd á þeim dýrum og fundust tríkínur í helmingnum af þeim. Karl leitaði svo á 1993 á tríkínum í þyndum 26 villtra minka og fann enga tríkínur þar heldur. Staðan í dag hér að Ísland í hópi eyja og nokkra borgríkja sem lýst sem tríkínufrí. Og mér bara þá að horfa á stöðun okkar landfræðilega legu í Norður-Atlantshafinu hjálpar mikið til. Þetta ekki svo greið leið yfir fyrir tríkínur. Svo erum við náttúrulega með fábreytta fánu villtra spendýra og auðvitað takmarkaðan innflutning dýra og dýraafurða. Þetta hjálpar allt til við að halda okkur lausum við tríkínur. Framtíðarhorfurnar, fræðilega séð gæti tríkínalani tífa náð fótfestu á Íslandi. Ef það kæmi hvítabjörn einhvers staðar og það sæist ekki til hans og það myndi drepast einhvers staðar og hagumvís melrakkar og minkar kæmist í hræið, þá gæti lífsferillinn viðhaldist þar sem þessi dýr náttúrulega þrífast hlið við hlið og gæti þar lendi jafnvel búist úr þeim yfir í hross til dæmis, þeir náttúrulega éta ekki bara gras, nart ekki bara gras. Trichinella spiralis gæti líka alveg borist til landsins með óvæntum innflutningi í ýmsum laumufarþegum, til dæmis sé þvottabjörnir daginn, alls konar rottur og mýs sem að koma til landsins með skipum eða flugvélum eða eitthvað slíkt. Og svo það spurning með Pseudospiralis, hún náttúrulega kemur eða aðalega í fuglum og gæti fundist í villtum fuglum hér á landi, en það hefur einfaldlega bara ekki verið skoðað. Þannig að við þurfum eiginlega bara að vera áfram á tánum og fylgjast með. Það náttúrulega líkurnar séu ekki miklar, en það alltaf betra að fylgjast vel með og geta þá brugðist við ef eitthvað kemur upp. Þakkum Guðinu kærlega fyrir og það bara alveg innan tíma. En það ekki? Ég að bæta upp fyrir hérna 2. Já, bæta upp fyrir kannan að vinna með spurningar til Guðnýjar. Já, hérna. Eru tríkínur að finnast í sláturtíðum í Norður-Evrópu? Ég bara veit það ekki. Ég hugsa ekki Það sé bara að finnast í villi, því að svínin eru það í lokuðum, það ekkert mikill aðgangur að. Já, það aðalega það svoleiðis. Árni? Ég bara velta þeim að það svona lógist í mínum huga að messuríkunar væru með fuglum. Já. En þetta súrlómsur sem að þær tegundir sem í fuglum? Pseudospiralis hefur verið sýnt fram á, hún getur verið í spendýrum og það eru til nokkur dauðsföll í heiminum manna af völdum Pseudospiralis. En þessi með hjúp? Nei, hún hjúplaus. Hérna, ég sá kortinni það að Bretland var tríkínulaust, það þannig? Ég horfði mikið á þetta kort þegar ég sá þetta. Hvítu löndin eru rosalega mikið bara lönda sem hefur kannski ekki verið leitað einu sinni. En Bretarnir, þeir hafa ekki fundið þetta í slátudýrum. Það voru nokkur tilfelli fyrir mörgum árum síðan þar sem þetta fannst alltaf á einum bæ 2 sinnum og þá voru þau með svona backyard pig sem voru í rauninni
ekki aflokuð og komist í hræ og svona. En þetta hefur ekki fundist í allavega 50 ár þar. Þó það hafi greinst 2007 fannst Trichinella spiralis í rauðref, minnum mig. Þeir eru nú í ýmiss konar spendýr sem eru þokkalaus. Fleiri spurningar fyrir Guðnýju? Hvernig með seli? Já. Með seli? Ég mun ekki. Það hefur verið gáð að því sem? Það eru mjög, það er vitað að einhvern tímann var það kampselur sem fannst smitaðar á Svalbarða og hvernig hann hafði smitast, það var svona svolítið spurning þess vegna eru selur stundum hafðir með á þessum listum yfir því sem geta tekið Trichinella nativa. En það voru einhverja mjög sérstækar aðstæður sem orsökuðu það að Trichinella nativa komst yfir í þennan sel. Rostungar eru smitaðar, eins og Guðni sagði áðan, rostungar eru smitaðar en þetta eru þeir að éta kjöt hver af öðru. Ein spurning hérna? Þá bara þökkum við Guðnýju aftur fyrir. Og þá er hádegishlé og það eru veitingar hérna upp á sal. Háaðurinn.